í rauninni allt sem tekur á, hefur með jörðina að gera. Það rannsóknir á aldri, uppruna, mótun, rannsóknir á öllum þeim náttúrulegu ferlum sem taka þátt í að móta hana. Það verðum að hafa mikið að fást við sögu hvaða ferli hafa leitt til þess að við höfum í dag berggerðir í jarðskorpunni, landslag og annað slíkt. Þannig að líf og sál jarðfræðinnar eru raunverulega sagan og við vinnum á mjög mismunandi tímaskölum, allt frá því að vinna með nokkur ár eða jafnvel nokkra mínútur í eldgosum til dæmis, yfir að vinna með hundruði milljón ára. Við vinnum sem sagt á mjög breiðum tímaskölum. Dæmi um rannsóknir í jarðfræði til dæmis rannsóknir á jöklum. Innan jarðfræðina þá erum við aðalega að skoða afurðir jökla, þar að segja þegar jökla ganga fram þá skilja þeir eftir sig breytingar á landi og uppleyslu setlaga. Þegar þeir hörfa þá getum við skoðað þetta nánar. Við getum skoðað eldfjöll og eldvirkni, rannsakað efnasamsetning og annað þvíumlíkt, rannsóknir á jarðhita og orkuauðlindum stór þáttur í starfi jarðfræðinga. Og svo hægt að fara út í meira hreinni rannsóknir þar sem eins og til dæmis að skoða setlög í stöðuvötnum og rannsaka svokallaða veðurvísa sem segja okkur til hvernig veðurfar var hér fyrr á tímum og hvernig veðurfar hefur þróast. Það að mjög mörgu að taka þar og jarðfræðin sem sagt spanna mjög breitt svið. Við erum jarðfræðingar sem vinna með einhver ákveðna þætti á jörðinni eins og til dæmis jökla eða jafnvel stöðuvötn eða grunnvatn. Við erum með eldfjallafræði sem síðan lítur á náttúruhamförum, við erum með jarðskjálftafræði og svo framvegis. Okkar samfélag byggir jú á, húsin okkar standa á ákveðnum grunnum, allar okkar mannvirki og annað þess áttar við að taka tillit til þess hverjir eru eiginleikar jarðarinnar sem við stöndum á og við hverju við getum búist í jarðfræðilegum atburðum eins og Íslandi, jarðskjálftum, eldgosum og öðru slíku. Þannig að jarðfræðin snýst í stórum dráttum sögu landsins og þá stóru krafta sem að það móta og skapa. Kannski meginmunurinn sem skilur á milli jarðfræði og jarðeðlisfræði að jarðfræðingar þeir láta sér oft nægja að fara ántækja út í náttúruna og hreinlega bara lesa úr jarðlögum og taka sýni, vinna úr þeim á tilraunastofum. Á meðan jarðeðlisfræðingar nýta sér tæki til þess að afla gagna, jarðskjálftamælar, nema titring og annað í jörðinni. Við erum með viðnámsmælingar sem sagt að þeir mæla með jarðeðlisfræðilegum mælitækjum og vinna síðan úr gögnunum. En þarna reyndar oft óljós munur, sem sagt að jarðeðlisfræði skarast á mjög stóru svæði. Jarðfræðingar starfa á mjög mörgum sviðum. Það er alltaf fjöldi jarðfræðingar sem kemur að menntamálum, í kennslu í skólum, framhaldsskólum, háskólanum og svo framvegis. En síðan vinna jarðfræðingar á opinberum stofnunum eins og Veðurstofunni. Þeir vinna á verkfræðiskrifstofum hjá ISOR, við jarðhitarannsóknir, hjá Vegagerð ríkisins, hjá umhverfissviði Reykjavíkurborgar. Starfsvið jarðfræðinga mjög breitt og eins og ég kom að áðan og þá hefur jarðfræði mikla samfélagslega þýðingu